Það bara velkomin í Sibbarspjall. Kæra þakki fyrir boðið. Ég átti nú svo sem ekkert von á því að þetta myndi verða einhverju meira en þessu eina viðtal daginn, en þetta vildu þeir. Við veitum bara lífið því. Mjög skemmtilegur mjög skemmtilegt einlíkan á karam.is. Já. Er ekki rétt að minnast á bara hvar við erum núna og þeir væntanlega að spila stóran part í að þú ert að láta þetta gerast í dag? Já, við erum fyrsta leið þá erum við náttúrulega hérna í höfuðstöðum Alvogin sem okkar stærsti sponsor og hafa unnið alveg gríðilega náið og með okkur í gegnum árin og fyrir það erum við náttúrulega bara ævinlega þakklátt. Það sem átti sér stað hérna rétt áðan var það að Matti og Kobbi Sigurðssonir eru komin aftur í KR. Bræðurnir ef einhverjum já. Og svo náttúrulega Brynjar Þór Björnsson fyrrverandi fyrirliði KR sem tók sísónu fyrir norðan í ár og hann komin aftur heim. Þannig að við erum að fá hérna 3 stráka úr yngri flokkastarfinu okkur uppalda leikmenn sem náttúrulega bara æðislegt Við náttúrulega mistu Emil daginn, hann fór aftur í sitt uppbyldisfélag. Já, því miður, en það eins og ég segi að menn bara, þegar menn vilja fara aftur í sitt uppbyldisfélag þá var ekki hægt að stoppa það og hann fekk hérna Við slökkum á síma þegar við erum í viðtali. Já, fyrir ekki og hann sem sagt fekk hérna starf og hjá Haukunum, þannig að ég bara glaður fyrir hans hönd og það var frábært að hafa hann hjá okkur núna á síðasta tímabili. Hvað með aðra, Pavel, Jón Arnór, þeir ekki? Pavel og Jón og Helgi eru klárir og Kristoffer þannig að og Bjössi þannig að mér sýnist að vera bara nokkurn veginn saman með mannskapinu. Ég veit ekki alveg hvað Siggi Þórðars ætlar að gera eða Finnur Atli, það eitthvað sem kemur bara í ljós á næstu dögum. En með þennan hóp og svo Kana hvað ætla ekki bara að selja inn á æfingar? Er það ekki bara góð Það er planið, einhvern veginn þurfum við að fjármagna það, þannig að það er enda mjög góð hugmynd. Í staðan fyrir þess að hefðbundu dósasörnum þá förum við í það. Nei, þetta það er góður hópur í kringum okkur sem að hefur náttúrulega bara fagnað með okkur núna undanfarin 6 ár og sýna þessu prógrami sem við erum búin að byggja upp virðingu og það er náttúrulega bara eins og gefur að skilja fyrir öll liða þegar þú sér alla þess að uppeldu leikmenn á gólfinu, það er náttúrulega bara frábært, algjörlega frábært. En segðu mig frá þér sjálfum, þú ert náttúrulega uppalinn Káringur, er það ekki? Spilaði með Káur, þú ert í Íslandsmeistaraliðinu, 1990. Já, ég skipti yfir í Káur þegar ég 14-15 ára, spilaði þar í yngri flokkunum og tók svo 2 sísón í meistaraflokki karla og einmitt upplifði Íslandsmeistaratitil 1990 og þá var ég var ekki að fá neina mínútur. Þú ætlar ekki að setja mikið á þinn reikning þann titil? Nei, ég bara fyrst og fremst bara félagskapurinn og klefinn og þetta voru gauðir á hátundi fyrirlisins, Palli Kolbeins, Guðni Guðna, Biggi Mikk, Matti Einars og þessi strákar, Axel Nikolás, þannig að svona miklu leiðtórar og miklu karakterar og En það ertu ungur eða ekki? Jú, ég er 19-20 ára, svo fer ég í nám til Bandaríkjanna 21 árs. Já, NBA var ekkert að kalla eftir það? Nei, en ég var aftur á móti þekktur í götukörfuboltanum. Ok. Já, ég spilaði körfubolta, ég fór til Flórida í skóla og ég spilaði körfubolta hverjum einasta degi. Ok. Þannig að áhuginn hefur alltaf verið mikill fyrir körfubolta og maður lærði þennan KR kúltúr á sínum tíma sem leikmaður og einmitt þetta 1990 lið, því var splittað upp 92 held ég. Þá fyrir Palli Kolbeins norður að byggja að fara eitthvað annað og þannig að þessi kjarni í Borgarnes, Guðni hvort að hann fyrir á Ísafjörð þá þannig að þessi kjarni sem var búið að mynda þannig þegar hann brotnar upp þá fór að Hallundan fæti áraugslega séð og þess vegna hefur alltaf verið nummer 1, 2 og 3 hjá okkur þessum hóp sem verið haldið núna í kringu KR síðan 2005-2006 það er að vera alltaf með kjarna í liðinu og þú veist, Brillo Darri, Jón Arnór, Pavel, nú Kobbi og Matti konur aftur, þannig að við erum alltaf með hana kjarna og uppbyldum leikmennum. Þín aðkoma að svona stjórnarstörfum, hvenær byrjar hún? 2005-2006. 2005-2006. Ég man eftir fyrst 2009 í episkri seríu við Grindavík. Já, einmitt. Þá svona kynnust við fyrst stóldi. Já, ég fekk alltaf höfðinglega móttökur í Grindavík 2009. Og þú ert nú búin að skora okkar hólmi í golfi? Jú, núna sumarið sem að núna er að gangi ykkar, það er sumarið sem við ætlum að taka Grindavík KR á golfvöllunum í Grindavík. Og ertu búin að ágæta, er þetta eintómir stjórnumenn eða er einn leikmaður með eða einn fyrrum leikmaður? Ég hef viljað sjá, 8 í liði. 8 í liði? Já, og getum gert góða blöndu bara að stjórnumennum eða leikmennum og allt þetta. Við erum klárir anytime. Já, við tókum seríu, game í Grindavík reyndar á móti Keflavík
fyrir einhverjum árum síðan. En í Grindavík, þið spiluðu í Grindavík í bara paradísin. Já, ég meina, þessi topp völlur, æðislega völlur. Það sem að KR-ingar fóru suður með sjó og unnu Keflavík í Grindavík. Ég held að Sigurður Ingimundarson og fleiri, þeir muna alveg eftir því, sko. Og fínt að rifja þetta upp núna. Já, og Gaui Skúla hann og einhverju fleiri, sko. Já, en nóg að golfi. 6 titlar komnir í röð núna. Já. Menna, ertu í þínum viltustu draumum, serðu fyrir 10, 2 stafa tölu? Sko, ég ætla ekki að fara alveg svona langt, sko, en það er mjög auðvelt einhvern veginn að vera bara svona sáttur, sko, eftir 5 í röð. Og veturinn núna var pínu erfiður. Þú veist, þetta var ekki að hafa eins gaman af deildarkeppninni eins og áður, og þetta var enda líka svona, var aðeins viðlagandi liðið líka hitti fyrir, sko. En svo þegar komið í úrslitakeppnina þá breytast menn. Og ég fann bara núna í ár hvað hungrið er alltaf mikið, ekki bara hjá leikmönnum og þjálfurum, heldur líka hjá áhorfendum. Og miðjan kom alveg gríðarlega sterk inn í úrslitakeppninni í ár. Og þá sérstaklega á móti ÍR, því að þegar við vorum að spila leik 2 og 4 í Seljaskóla, þá leið okkur eins og við værum á heimavelli, og leikmönnum leið þannig líka. Og það er sko ekkert grín að mæta upp í Seljaskóla með gett og húligans við hliðina á sig, sko. En þarna var bara öll KR-stúkan var bara ein stór miðja, því að það er náttúrulega, við erum oft kölluð bókasafnið vestur frá, sko, en það var ekki í ár. Þetta voru bara allir í þessu, allir saman. Þannig að Glory Hunterandi, þeir skríða náttúrulega undan sínum skómaskotum á vorin. Já, menn koma sterkir inn í úrslitakeppnina og sérstaklega í finals. Það er sem betur fyrir gera það. Já, þeir verða að vera í þessu líka. Þannig að, þú veist, hungur er til staðar og þú veist, Jakob til þess að snúa heim eftir hvað Ingi var að segja með það, hann hefði farið út 1999, tók svo 1 ár hann 2009. Þannig að hann er að snúa heim eftir langa veru erlendis og er að spila með bróður sínum, og þannig að ég held að klefin verður góður. Hversu spennandi er þetta að ná að stilla þeim bræðrum upp saman? Það er alltaf bara geggjað, sko. Það er alltaf algjörlega geggjað. Og eins og ég segi, þessi strákar sem voru að spila saman í yngri flokkum, Kobbi, Helgi, Jónarnar og allt þetta, allt er bara saminaðar á nýju og einhverju góðu vættir sem að gera það að verkum að við erum að fara inn í tíðanbíl til þess að reyna að vinna titilinn 7. árið í röð. Já, það er bara þannig. En ég meina, það var margt sem fjall með okkur, til dæmis heimaleikjarétturinn. Við lendum með 5. sæti í ár, svo allt einu komið með heimaleikjarétt í undanúrslitum og heimaleikjarétt í úrslitum, sko. Já, það er svona aldrei gerst áður. Þú veist, laugardagskvöld í D.O.1-höllinni klukkan 8 leikur, sko. Þú veist, maður hefði ekkert verið með neitt gott bragð í munnum að fara á einhvern útivöll í 8-leik og fá ekki krónu í kassan fyrir það. Nei, nákvæmlega. Það væntanlega safnaðist eitthvað. Já, það gerir það, en að sama skapi þá þarf náttúrulega að bera meiri virðingu fyrir deildakeppninni, því að þetta snýst að vera með heimaleikjarétt eins langt og getur komist í úrslitakeppnina, og það er 1. sæti sem tryggir það. En þetta var enda mjög jafnt í ár. Ég meina, það munaði ekki nema 4 stigum að liðinu í 1. sæti og 5. sæti. Og 2 stöðum held ég að liðinu í 3. og 4. og 5. sætinu. Þannig að þetta var close. Sæmi, hvert er þitt álit á, ég hef mína skoðun á svona þessum fjölda útlendinga sem að þetta náttúrulega breytist deildin, meðan 1+4 eða 4+1 raun ekki sanngjöld gagnvart svo mörgum liðum út á landi sérstaklega. En mér finnst þetta einhvern veginn vera orðið of mikið. Hvað finnst þér um það? Ertu ánægður að geta stilt þessu upp bara Íslendinga Hersveit plus Skani? Ég hef alltaf verið hlynntur 4+1, alltaf. Það er líka að því þú ert með alla þessu uppöldu KR. Já, jú, algjörlega. Ég svona hef ekkert myndað mér sérstaklega skoðun á því. Það er bara KKÍ þingi sem tekur ákvörðun þessu mál og menn bara vinna með því. Þú veist, en ég meina, við vorum sjálfur með 2 útlendinga núna á síðasta ári. Og samanskapi líka eins og í kvennaboltana, þú veist, þetta á bara að vera 1 útlendingur. Það á bara að vera þannig. En það eru lið sem að telja sig ekki geta stilt upp liðum að svona vera með x marga útlendinga, og þá verður bara að taka til þess. Já, liðin út á landi sérstaklega, en mér finnst að við í Grindavík og lið hérna svona nálægt höfuðborgarsvæðinu eigi ekki að þurfa að vera með fleiri en 2, en það er svo sem mín skoðun. En kannski nóg af svona körfu í bili. Þú fylgist með enska boltanum, þykist þið vita? Veistu að ég fylgist voða lítið með honum. Ég hef ekki
athygli í að horfa fótbolta í heila 90 mínútur. Ef ekki bara taka ákvörðun þá núna það að þá verður United maður og ekki United maður. Nei, ég sem sagt hérna, ég byrjaði ungur að halda með Liverpool og þeir voru rosalega góðir hérna. Það er líka þessu. Þegar ég var hérna pjakkur og hef alltaf fylgt þeim og fórum þetta í fyrst skipti á Anfield núna í vetur. Og þú ætlaði að væntanlega að horfa á Laugardalskvöldið? Já, ég horfi. Ég fór hérna á Anfield í fyrst skipti í vetur síðasta haust, það var meistaradeildin, PSG og þá áttaði ég mig á því hvað fólk að tala þegar að tala Anfield Road, sko. Það rosaleg stemning, sko. Þannig að þú verður í stemmar á Laugardalskvöld? Já, ég sjálfsög. Ef ekki svo bara plugga, nýta okkur aðeins og svo bara kemur í Grindavík. Körfuboltastil Grindavíkur með sitt árlega ball, sjóarinn Síkáti, það aðal helgin í Grindavík, bara á Íslandi, bara stærsta helgin, það Páll Óskar í Írðúsinu. Og hann hérna með eigin hljónsveit og tekur þetta okkur millalög og svoleiðis. Það bara klárt. Ég verð helviti svektur ef ég sé ekki þig og þú dregur einhverja káir gjör með þig. Við tökum leikinn og brunum svo bara Söðriti. Hvernig væri það? Það eina rétt í stöðinni. Takk fyrir spjallið.